Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá höldum við áfram að ræða kosningarnar sem voru helgina. Hingað kominn Björn Leví Gunnarsson, fráfarandi þingmaður Pírata. Já, góðan dag. Þú ert ekki Pírati, það er búið að kjósa nýtt þing, þú ert ekki Pírati. Ég get verið Pírati, en Nei, ekki þingmaður Pírata. Nei, fyrirgefðu, ekki þingmaður Pírata. Hvað segirðu? Hvað gerðist? Bara ýmislegt. Ég held að sé tiltölulega ómögulegt að segja nákvæmlega hvað það var. Það held að vera margir hlutir. Við urðum vör við rosalega mikinn þrýsting á að kjósa taktískt til þess að passa að Samfylking og Viðreisn eru stórir flokkar. Man hefur heyrt það frá svona fólki hvernig það vildi tryggja það sérstaklega þegar það fór að sjá sjálfstæðisflokkina aftur vera að rísa aðeins í könnunum. Og það er í rauninni allt kemur til alls þegar maður telur þingmenn var það öfug taktík, að virkaði öfugt því að þó að annarkvort Viðreisn eða Samfylking hefði mist einn þingmann eða eitthvað þvíumlíkt, að þá hefðu komið þá 3 kannski sósíalistar eða Píratar sem hefðu geta fyllt upp í rauninni meirihluta án svona kannski þeirra flokkar sem pínu flókið að vinna með. Já. Það var svona kannski mistökin í taktíkinni þegar allt kom til alls. En svo er þetta svona flókið kannski að púsla saman ýmsum öðrum ástæðum. Fólk nefnir alltaf innanhúsdeilur hjá okkur sem eru alveg jafn miklar á öllum öðrum flokkum. Fólk bara rífst fram og tilbaka. Fólk er kannski mismunandi. Við erum alltaf rosalega duglegir bara við að hafa það opinbert til að sýna svona ákveðið gagnsæi í því hvernig fólk stundar pólitík. Þetta er allt aðstæða svona. Við höfum séð núna ansi margar tilkynningar frá mörgum öðrum flokkum þar sem að fólk er að segja sig úr störfum. Það gerist í öllum flokkum. Ég kaupi ekki alveg að það sé alveg það, þó við séum svona opinber með það. En það er heildar aðstæðunar séu kannski meiri skýring. Þessi áhersla á efnahagsástandið, hversu rosalega stór hluti kosningarna var af efnahagsástæðum held ég að sé stærsti hluturinn. Píratar voru ekkert endilega með trúverðuleika gagnvart því að koma og laga eitthvað í hagkerfinu sem er pínu skrítið. Við höfum alveg í fyrri kosningum það var einhverjir hagfræðingar sem voru að meta stefnur allra flokkana. Fyrir kosningarna held í 2017 var það. Okkar plan var metið trúverðugast af hagfræðingum. Það voru panel af þeim sem voru að vinna þetta. Það var ekki svoleiðis panel núna? Nei, ekki svoleiðis núna. En þrátt fyrir þetta allt og þrátt fyrir mína vinnu í fjárlaganefnd og Smári þegar hann var í efnahags- og viðskiptanefnd og meira þá voru við að sinna þessum svona hardcore gagnadrifnu efnahagsmálum sem að Píratar almennt sé standa fyrir en ekki þessu togi með einstaka skattstofna eða barnabætur eða húsaleigubætur eða eitthvað svoleiðis sem er bara snúa svona ákveðnum svona tökum en það er ekki svona dýptar efnahagsumræða. Þráttur að við séum þar þá höfum aldrei fengið svona í rauninni kreditið fyrir að geta talað efnahagsmál. Þar eru, Samfylkingin var sterkari hvað það varðar. Viðreisn almennt sér sterkari líka einfaldlega bara út af því að þau notuðu ákveðna svona frasa, svona þessa klassísku kosninga efnahagsfrasa. Þið ættu að vera búin að ná því ef að það er þörfin, því að þeir náttúrulega búin að vera í 11 ára á þingi, flokkurinn. Ég hef aldrei í þeirri aðstöðurinn að geta sýnt það að við séum með efnahagsstjórn sem að virkar. Meira sé að náttúrulega í borginni það sem hafa verið endalaust að gagnrýna hvernig staða borgarinnar er. En þegar við skoðum stöðu borgarinnar í samhengi allra sveitafélaga og meira þess allra bara á höfuðborgarsvæðinu og stóru sveitafélagina, þá er staða borgarinnar efnahagslega bara frekar góð í samanburði. Þannig að meira sé að það ætti við að geta séð að við séum með eitthvað credibility í efnahagsmálum. En umræðan borgina beindist ekki að ykkur og miklu meira Samfylkingunni? Jú, en við fljótum alltaf með í því og við erum rosalega duglegir við að svara kannski líka gagnrýni þrátt fyrir ekkert endilega að þurfa þess.
En þeir flokkar sem að tapa mestu, að það eru VG og svo þið og svo Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn. Já. Og það eitthvað svona, þannig að einhver leiti eru kosningarnar í einhverju svona umhverfi sem að veldur því til dæmis að hvað er mikið tapi á ykkur og VG sem að það vegna þess að þetta er eins og þú ert að segja, flokkar sem ekki, fólk tengir ekki við lausn á efnahagsmálum. Það sama getur átt við VG. Já. Það er stærra samhengi samt hjá VG, þetta verður það mikið hjá þeim, sko, það er bara valið á þessari ríkisstjórn. Já. Er alveg tvímælalaust líka vandamál hjá þeim. VG hafi eiginlega verið dáið bara síðastliðið vor. Já. Annað er að það koma skyndilega, ég veit ekki, kom það ykkur óvart þessi tími? Já, við byggumst við að það yrði í fyrsta lagi eftir áramót. Og það var eftir því svona sem við höfum heyrt af svona þessum formanna samtölum að þá var það sem þau voru að reyna að skipuleggja saman, Sigurður Ingi, Svandís og Bjarni, hvernig ætti að klára í rauninni sko, þingið fram yfir áramót og mögulega inn til vorsins, bara þú veist hvernig væri ábyrgt í rauninni að fara ekki út í svona nóvemberkosningar með allra veðra von og þess áttar. En það hafi bara verið síðan Bjarni sem að upp á sitt einstæmi á þess að rauninni taka ákvörðun með hinum flokkunum hafi tekið. Og svona veðmál sem að hann kannski vann, Sjálfstæðisflokkurinn fær 2 þingmönnum færri heldur en fengu í síðustu kosningum, missaður umvel 3 af því að ef maður tekur Birgir Þórðarson með, þar að vera alveg klárlega 1 þingmaður sem að er út af 5% þröskuldnum og sem að situr á þingi fyrir atkvæði sem að voru greidd sósíalistum eða Pírötum. Og svo fá sem að voru greidd VG, það er vikt að minna. Þannig að hann bjargar sér svona kannski. Hann segir þetta sé varnarsigur sem er nýtt orðið við tap. Ég held að hann hefur oft notað þetta orð sem varnarsigur. Alltaf að sigra í vörninni. Já, alltaf að sigra í vörninni, sko. Þannig að ég tók eftir því að sem sagt eins og svona skoðanakanir hefur þróast eða hefur náð 3. Ég var alltaf á þeirri skoðun svona að þetta væri svona eins og bara að flippa pening. Hvort að það yrði í rauninni sem sagt valið að reyna að passa að halda eins og Pírötuminni eða sósíalistum eða hvað svoleiðis eða það yrði sem sagt í hináttina. Og niðurstaðan var svo að það var sem sagt í hináttina. Það virðist vera að þeir sem að voru að horfa á möguleikann á því að þessi flokkar myndu ekki ná inn hafi fært sig á síðustu metrunum yfir á Samfylkinguna. Og ég held að það séu allavega 3 ef ekki 4% stig sem eru þar ef maður skoðar kannanir og hvernig Samfylkingin yfirleitt kemur fram í samanburði kannanir. Metill var að reyna að reikna þetta niður en hittir ekki á Samfylkinguna af því að það kemur einhver bylgja til hennar í lokin. Síðasta svona inn í kjörklefanum ákvörðunarunni. Metill virðist ekki að metið einmitt áhrifin af því sem að þeir meðal annars gerðu með því að halda á lofti að flokkarnir færu undir 5%. Skoðu ekki nýjustu, þú veist það náttúrulega vikmörkin voru þarna, ég held að Píratar hafa farið niður 3% hvaðan vikmörkin var það sko. Fréttirnar af kosningaspá þeirra ýtti undir það að fólk myndi ekki kjósa sósíalista mögulega. En það var eins og þeir hefðu ekki reiknað með það sérstaklega hvert það fylgi myndi síðan fara. Af því að þeir voru með hina flokkana bara eins og þau höfðu verið í síðustu kosningum og vannmátu þarlega Samfylkinguna. Það ætti að vera bara vikmörkin sem að eru að segja til það. Þau get ekki sagt endilega hvert fylgi fer, það væri kannski hægt að giska á það. En þess að vikmörkin í okkur fara niður í 3% og vikmörkin á Samfylkingunum fara upp, skilur frá meðaltalinu. Þeir eru alveg slá upp í efstu mörkin hjá þeim. Alveg eins og við erum að slá niður í neðstu. Það er það sem ég verið að segja. Með svona einhverju skynsemi þá hefði verið að segja áhrifin af þessu þegar flokkar eru í hættu. Að þá fer það fylgi eitthvað. Það er sagt með þessum vikmörkum. Ef það hefði flippað í hináttina og við hefum verið í hámarkinu á vikmörkunum. En ég hef bara að segja ef þeir hefðu hort á það hvaða flokkar þetta væru sem að væri að detta niður fyrir. Þá er líklega að þeir kjósendur farið til Samfylkingarinnar og Flokks fólksins. Og sama ef að það hefði sem sagt komið inn meira fylgi þá hjá þessum flokkum sem að duttu út þá hefði að sama skapi minnkað hjá Samfylkingunni. Ég held að þetta er sama vegasalt þessan eru vikmörkin eins og þeir eru. En ég er að benda á, þetta er ekki almenn vikmörk sem ég er að vísa til.
Heldur ég að vísa til að þegar að fylgi fer frá þessum flokkum sem eru þarna neðri mörkin, kjósendur þeirra eru líklegri til þess að kjósa Samfylkinguna og Flokk fólksins heldur en bara almenn. Það hefur ekki áhrif á almenn vikmörk. Það er það sem ég er að meina. Þannig það er þið eru líka fórnarlömb þessa kosningakerfis. Jú, mikið rétt. Við höfum bent á það núna í nokkrar kosningar einmitt hversu hryllilegur þessi 5% þröskuldur er. Þáttur að hafa náttúrulega sloppið inn á hann, þá höfum við verið að reyna að leggja fram breytingar til þess að reyna að útiloka þetta. Ég lagði fram frumvarp sem náttúrulega því miður er ekki að breyta stjórnarskráni í því, en lagði fram frumvarp allavega þann hátt að sem sagt það gerði samt ráð fyrir þingmönnum miðað við prósentu hlutfall og það var svona gagnrýni kannski á það að það væri mögulega að sniða framhjá 5% þröskuldum í stjórnarskráni en í rauninni gerði alla þingmenn að jöfnunar þingmönnum. Þannig að það var svona tilraun til þess að útrýma í rauninni þessari lúðareglu. Annað sem er með þetta kosningakerfi er það að Reykjavík er klofin í 2 kjördæmi til þess að gera það erfiðar að ná kjördæmanni þar inni. Núna hefðu þið reyndar ekki náði að fara inn með Reykjavík var 1 kjördæmi með 18 þingmönnum en sósíalistar hefðu náð þar inn en líklega í aðdraganda kosninganna hefðu þið mælst þar öruggar inni og kannski ekki fælt Reykjavíka frá að kjósa. En þetta er kannski vandi sem að kemur ekki fram kannski fyrir bara síðustu vikuna. Þetta er komið mjög lágt inn í síðustu vikuna. Já, þetta er bara vandi við kosningakerfið í heild sinni. Við eigum að vera með 1 bara kjördæmi við landið fyrir alþingiskosningar því að við erum að setja lög fyrir allt landið en ekki einstaka kjördæmi. Þannig er það í Hollandi til dæmis og þá hefðu Pírata fengið 1 þingmann og sósíalistar 2 kannski ná 2 Þú verður að hætta við til Hond-regluna en samkvæmt henni ég vil hætta við til Hond-regluna það er helvítis drast sú regla. Þessi þingmenn fóru yfir á Viðreisn, Sjálfstæðisflokkinn, Flokk fólksins og Samfylkinguna. Ég gerir ráð fyrir því að það sé raun og bara 63 af 100 það er 1,67% eða svo leið sem þú þarft að fá til þess að fá þingmann. En þið lendið í keppni við kosningalögin vegna þess að þið komið mjög lágt inn í kosningabaráttuna og þú nefndir fréttir innri átök sem að ég er alveg samanlæður að það hefði ekkert svona teljandi áhrif eða það hefði ekkert verið trublandi Já, móralst séð innan flokks er það kannski trublandi sérstaklega þegar eins og ber aðeins og gerði þú veist það er bara 1 aðili sem er að valda þessum hávaða þegar allt kemur til alls og lítur út fyrir að vera miklu hávaða samar át á við það var frekar perandi og stutt kosningabarátta tekur tíma að raða á lista og það fara alveg 2-3 vikur í það og þá er kannski eftir að stilla umræðuna og áherslunar og þú þarft að draga það í gegnum alls konar umræðu og það tekur tíma fyrir fjölmiðlana raunverulega átta sig að hvað er raunverulega að vera að ræða og þá eru bara kannski 2-3 dagar til kosninga þegar það loksis virðist vera að fara að mynda og þá er kosið. Já, við komum í þessar skyndikosningar með bara það fyrir höndum að vera með prófkjör. Það er ekkert bara annað í boði hjá okkur og þetta er í nýju kosningalögunum núna, þá eru frestinir öðruvísi heldur en þeir voru. Það var miklu lengri tími til að skila framboðslistum alveg 2 vikum fyrir kosningar eða eitthvað sem núna er alveg mánuður. Þannig að við getum rosalega illa farið að vinna í rauninni stefnumörkun fyrir kosningarnar þó að blessunarlega séð voru við tiltölulega byrjað á því en vorum að miða við vorið fyrr en að framboðslistanir voru þá eiginlega tilbúnir þannig að fólk vissi hverjir það voru sem voru að fara að berjast fyrir stefnumálunum því að frambjóðendur sem eru í efstu sætunum hafa dálítið áhrif á það hvað þau vilja segja og gera þannig að það tók ansi mikinn tíma og við erum tiltölulega metnaðarfull með stefnur af því að
það var svona rosalega mikil gagnrýni á okkur fyrst að þá vorum við stefnulaus flokkur. Við vorum bara með eitthvað internetið og eitthvað svoleiðis og hvað stefnan ykkar í auðlindamálum, í landbúnaðarmálum og þú veist öllum málaflokkum og síðan þá höfum við einmitt gert stefnu í bara bókstaflega öllu. 190 samþykktir eitthvað svoleiðis sem er á kosningakerfinu hjá okkur. Og það gerir það verkum á svona stundum tíma bara að skilaboðin eru ansi viðamikil og flókin. Og ég svona í baksýnisspeglinum þá var maður alltaf að pæla í því að við verðum að vera alltaf skýr í þessum kosningum sem væri að koma en þegar þetta einhvern veginn hrúast svona á okkur þá er ekki tíminn til þess að búa til skýrleikan. Þannig fyrst óljósa því að það er ekki búið að klára stefnunar, þá er reynt að vinna á einhverjum einföldum frösum og eitthvað sliðis, svona kynningu af því sem er að koma, sem við vitum ekki samt nákvæmlega hvað verður, svo þegar loksins þessu komið þá eins og þú segir, þá eru bara dagur í kosningarnar. Og ég held að við höfum tapað þessi dálítið á einmitt það að við vorum ekki fókusuð. Við töpuðum fókus í rauninni. Við vorum bara með, hérna er risa pakki bara, gjörðu þið svo vel. Þá er alltaf verið að segja sem sagt, ég veit ekki hvað ég standi fyrir. Jú, það er hérna og svo hendur maður bara bóka fólk og það er ekkert að lesa það. Þið voruð svolítið í viðtölum og umræðu þáttum svolítið í sömu stöðu og VG að svona réttlæta tilvist ykkar sem er ekki góður staður. Nei, það er ekki góður staður, alveg rétt. Ég hafa til dæmis ein greining sem kom fram sem var stróslega spes að við vorum að reyna að minna á einmitt öll þessi spillingamál sem eru búin að koma upp á undanförnum misserum og árum og áratugum í rauninni og alltaf einhvern veginn sami flokkurinn. Við erum að minna á að við höfum verið þau sem eru sífellt að kalla eftir opnum fundum og svörum og ýmsu því líku. Og frá einum greinandanum kom þau eru svo upptekin af því að þessum spillingamálum að þau gleyma einhvern veginn að segja fyrir hvað þau standa. Ég er bara svona fyrir við leggjum áherslu á spillingamálin. Við stöndum fyrir gegn spillingu. Er það ekki skýrt? Þú veist, þannig að einu sinni meira að segja þegar maður reynir að segja eitthvað svona skýrt þá kemst það ekki til skila og það er bara sorglegt. Bergsteinn Sigurðsson orðaði þessu þú ert að vísa í forystusettinu. Sagði, er ekki Píratar svona flokkur sem að sest inn í bíl og veit ekki hvert hann að fara en hann hefur endar svo skoðunar á því hvernig bílstjórinn keyrir? Nei. Ég er ósammála því. Ég er bara að benda á ég skila mér fannst þessi svona hugmynd, þessi varnarstaða sem að þið voruð í kristallið þessari spurningu. Já, og þetta er það sem hefur ítrekka verið lagt á okkur, alveg frá upphafi þegar við erum enga stefnu og svo þegar loksins komum á sínum stefnuna, þá voru óskýr. Þannig að það er aldrei reynt að skilja hvað við erum að reyna að segja. En þeir eru búin að vera þingi í 11 ár. Ég meina, veit ég ekki bara nákvæmlega hvað Píratar eru? Maður hefði haldið það, en við lendum rosalega mikið í því að það eru aðrir flokkar sem segja hvað við erum. Til dæmis fyrir kosningarna núna og á síðasta kjörtímabilinu þá er eins og Flokkur fólksins, Eyjólfur Ármannsson var sífellt að segja við stæðum fyrir opin landamæri. Áslaug Örn var með það sem eitt af sínum svona kosningavídeóum sem var að dreifa, ef þú vilt gala opin landamæri, kjóstu þú Pírata og bara svona, nei. Það er ekki hluti af neinni stefnu hjá neinum flokki að vera með gala opin landamæri. En þetta er það sem að alveg loku landamæri, þannig að þetta er tilgangslegs hugtök. Nákvæmlega algjör tilgangslegs hugtök. En þetta er það sem maður heyrir bara við erum statt og stöðugt hjá fólki sem að var að hitta einhverja svona handahófi bara og tala Pírata eitthvað sliðis. Já, þeir vilja opin landamæri, ég þoli það ekki. Og það er ekki hægt að ná því að leiðrétta þessa lygi í rauninni. Við bara náum ekki yfir það af því að við erum með dæmi til dæmis við héldum stefnufund sem sagt bara fréttafund það hérna eru stefnunar okkar fyrir kosningarnar og mætti engin fjölmiðill. Aðrir fjölmiðlar fá beina útsendingu á vefjum og sjónvarpi ég veit ekki hvað og hvað. Og þetta er slagurinn sem við erum búin að vera í allan tíman og það er ekki nema skrítið að fólk skilji ekki hvað við stöndum fyrir þegar við erum að berjast við það sé verið að ljúga upp á okkur stefnur og enginn kemur til þess að rapporta það hverja stefnunar eru. Við fáum ekki þriðju aðila til þess. Þannig að þið eru eiginlega óboðnir gestir inn í svona stjórnmála heiminum. Já. Og birtist meðal annars í því. Ég kannski haga mér alltaf þannig líka. Birtist því meðal annars í því að þegar fólk í öðru flokkum er í viðtölum í fjölmiðlum og segir eitthvað svona við ykkur að þá dettur spirillinum ekki í hug að við fengja það sem Eyjólfur er að segja. Nei. En hann væri til í ef að ykkur myndi halla eitthvað eða vera með svona einhverja
sérstaka útlistun á stefnu Sjálfstæðisflokksins að þá þið greipið fram í fyrir þér eða mér og öllum sem að það gera. Já, alveg tímanlaust á núleitni. Já, og þetta er náttúrulega ákveðið vandamál í samfélaginu að þeir sem að hafa sterkar stöðu þeir eru með fleiri varðsveina. Já. Hvað var þetta að kalla? Varðhundar valdsins? Já, og það er víða í fjölmiðlaumhverfinu sjálfu. Já. En eftir sem áður að þá hefði kannski þessi staða ekki komið upp ef að þið hefðu komið inn brattari inn í kosningabarátuna. Og fyrir svona ári síðan að þá voru þeir svona 9-10% í könnunum. Já. Af hverju missiði frá ykkur fylgi kannski á þeim tíma þegar ríkisstjórnin verður hvað óvinsælust eftir eftir áramót að þá ríkisstjórnin hafi byrjað að missa flugið í Íslandsbankasölunni en eftir áramót að þá virkaði hún bara eins og var í frjálsu falli fór hún kannski 30% stuðningi niður fyrir 20%. Það er bara alltaf gerst í rauninni nema í fyrstu kosningunum 2013 sem var einhvers konar kraftaverk að hafa komist inn fyrir 5% þá. 5,1 ef ég maður rétt. Já, rétt inn á síðustu tölunum var eftir talningafíaskó í á Suðvesturkjördæmi. 2016 það var eftir Panama-skjölin og þá var náttúrulega í svona kringum og fyrir það í rauninni þá voru við komin í 40% í einhverjum skoðanakönnunum. Heldust þið yfir 30% í heilt ár eða eftir 14 mánuðum? Eftir að Gunnar Bragi fór að sendi bréf. Síðan þá komu inn nýjir flokkar í kjölfarið á því sem sagt. Þannig að staðan eins og hún var þarna eftir að hann sendi þetta bréf til Brussel. Ég sá það og fylgdist mjög vel með því. Bara daginn sem að voru fréttir þetta og þá fóru skráningar í flokkinn bara og fleygiferð upp og heldust þannig bara í langan tíma og skoðanakannir fóru í kjölfarið í botn. Svo náttúrulega var þetta bara smá saman svona pínu flatt en svona þegar vel yfir 30% í 14 mánuði. Svo bættist Viðreisn inn í þetta apparat og fleira fór svona að gerast sem að rauninni tók af þessu. Þetta var frekar fylgi það er bara ekkert annað í boði. Allir hinir flokkanir Samfylking og Vinstri græn voru ennþá bara át eftir hrunstjórnina og þetta var alltaf Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn voru þarna í þessu rugli. Þannig að það var bara einhvern veginn bara Pírata eftir. Þannig að fylgi hrúaðist á Pírata þar í skoðanakönnunum. Svo bætast við í rest og þannig að smá saman ytur kostingamaskínan fer í gang og ný andlit koma og alls konar svoleiðis og það endar einhverjum rúmum 14%. 2017 það uppreist æra málið sem að við vorum helstu leikendur inn á þinginu að drífa áfram í rauninni sem sagt svona ábyrgð hvað það varðar. Þar förum við niður fyrir 10%. Þrátt fyrir að það höfum verið við sem að vorum að gera mestu vinnuna í kjölfarið á því. 21 aftur það var ekkert auðvelt heldur náttúrulega COVID sem sagt kosningarnar voru mjög skrítnar. Þar duttum við niður í 8,eitthvað%. Aftur maður veit ekkert endilega af hverju það voru skrítnar kosningar bara yfirleitt. Og svo núna eins og eftir Jón Gunnarsson og Bjarni Ben að múta hverjum öðrum annað spillingarmál og hneykslismálum bara hefði haldið einhvern veginn flokkurinn sem að hefur mest verið í því að berjast gegn spillingu á þingi myndi fá eitthvað kredit fyrir að elta þessi mál. Nei. Við höfum aldrei eftir Panama-skjölin og uppreist æra og eitthvað svoleiðis, við höfum alltaf bara nei og ég held að í alvörunni að ástæðan einhvern veginn bak við það sé að við sem samfélag við forðumst aldrei þann sem klagar. Þetta er bara bara þegar að krakkinn kemur og segir og kvartar við mömmu sína Gunnar var að lemja Jón þá er svarið ekki klaga. Af því að það er svo óþægilegt að þurfa að fara að gera eitthvað í því. Það er miklu meiri vinna, við vitum ekki alveg hvað að gera, við þurfum að fara að trúa einum umfram annan og það er bara rosalega flókið. Og þetta er bara einhvern veginn rosalega djúpt í þjóðarsálinni að nýfutinn keisarans strákurinn sem að bendir á að keisarinn sé nakinn, hann sussaði niður á meðan hann var hyltur í ævintýrinu.
Það kannski spilar líka inn í að fólk að kjósa þing og að vonast þess að það komi eitthvað fólk sem mun byggja upp skári húsnæðisstefnu, þú talar efnahagsmálin og annað slíkt en byrjuðu klagarinn, eða hafa hann eitthvað með í því? Það kannski ekki... Nei, það ekkert rosalega... Klagarinn ekkert rosalega vinsæll. En hann rosalega nauðsynlegur gagnvart einmitt því þegar vera misnota vald. Og kannski það þannig að fólk svona treystir kannski samfélkingunni og eða Viðreisn betur til þess að vera ekki að misnota og opinber vald og þá síður þörf á klagarunum. Sérstaklega helst að hafa hann ekki með til þess að skoða það ekki einu sinni. Þú nefnir þetta með spillingu sem hefur orðið á tímabili Pírata og ég ekki að segja að þeir hafi afhjúpað það en það orðið miklu meira rætt spillingu í samfélaginu núna heldur en var fyrir hrun og ég held að það sé bara almennt viðurkennt að það sé mikil spilling í samfélaginu. Að því þú nefndir söguna þarna, að fylgi fór upp þarna í sögulegar hæðir þegar það var afturkallað umsókninni Evrópusambandið og maður myndi alltaf býta okkur fór það að vera Pírata eða ekki átt að fara að einhvern Evrópusinnaðarflokk og svo komu Panamaskjölin og þá voru þau ennþá hann uppi og þá hugsaði maður að þetta nú bara best tilefni til kosninga fyrir Pírata. Ekki smáraðinn, hefur maður haldið. Já, en það helmingaðist fylgið á leiðinni. Rúmlega, alveg vel rúmlega. Þannig að það eins og að það sé ekki samhengi á milli fylgis Pírata og spillingamála. Nei, ég held að það sé ekki ég átta mig ekki á þessu. Hvað verður Pírata núna? Nú eru 6 þingmenn farnir og það náttúrulega aðstoða fólk og fleira þetta munar líka töluvert í styrkveitingum. Ég veit ekki hvað Píratar hafa fengið á síðasta ári, líklega 70 milljónum ef það tekur bæði en síðan líka styrki sem kom á þinginu og þannig að þetta er þingflokkur, já. En það má ekki blanda því saman sko, ekki lengur eins og það var meiri blöndun á þessu en það mjög strangari reglur núna sem veitir fyrr. Þið hafið líklega haft 3 starfsmenn í kringum þingflokkinn en núna eigið þið eftir 3 borgarfulltrúar í Reykjavík og 1 í Kópavogi. Já. Þetta er náttúrulega mikil breyting. Já, það er mikil munur og sko borgarfulltrúar ekki með neina sko starfsmenn eða neitt svoleiðis. Það þetta var borgarfulltrúin á launum, þannig að raunverulega eru þau með 4 það er laun fyrir það bara að sinna sko nefndastarfinu og svo framvegis sem bara ansi mikið. Þannig að ég hef oft talað það að það vantar eiginlega svoleiðis á þinginu líka sko, af því að það ekki hægt að, sérstaklega fyrir smærri flokkar sem get ekki sinnt öllum nefndastörfum, sko. Það er bara mjög ósanngjarnt. En já, þetta verða einhverjar held ég reiknaði eitthvað 16,5 milljónir eða eitthvað sliðis með þetta á ári. Og það verður bara áhugavert að sjá hvað félagsmenn taka, hvað ákvörðun taka í næsta fundum og næsta aðalfundi. Ætlið að vera með svona uppgjörsfund? Það verður örugglega einhver fundur sem að verður hist og bara spjallað opinskátt sko. Annað kemur mér óvart, já. Og þetta hreyfingin sé þá að meta það hvernig svona næstu skrifa í það. Já, og það fyrir örugglega þá einhver bara tillaga í kosningakerfið og bara kosið það. Þetta ekkert flókið þegar allt kemur til alls. En þú ert náttúrulega á biðlaunum eins og aðrir sem hafa dottið út af þingi? Jú, bara uppsagnarfresti. Uppsagnarfresti, en síðan ertu þú búin að vera á þingi síðan hvað, 2016? 16. Já, ég var varaþingmaður fyrst 2013. Það telur þetta eru 3 kjörtímabil 8 árum sem ekki eins og eru venjulega 2 kjörtímabil. Hvað er það að gera? Ég bara eitthvað skemmtilegt sko. Þetta hættir í pólitík? Ekkert hættur, maður hættir ekki að vera pólitískur svo sem sko, en ég veit ekki hvernig ég ætla að taka þátt í flokkstarfi en eftir því líku. Ég kemur örugglega til með að vera bara ég áframhaldandi svona gagnrýnin á alltaf þegar ég sé bull, sko, ok, ég skal orða það þannig, fyrsta sinn sem ég kom á þing, þá settist ég inn í hennan blessaða sal, voðalega lítill, bara til þess að upplifa í rauninni stemninguna og uppkoma þessir svona stóru kallar í pólitík í ræðustól. Það var Helgi Hjörvar kom og Árni Páll og héldu einhver ræður sínar og svoleiðis og ég fattaði þá þegar ég var að horfa á þá svona í þessari nálægð bara já, þetta talað nákvæmlega eins og tröll á internetinu og ég er búin að vera að rífast í tröll á internetinu í 20 ár. Ég get þetta alveg. Og það bara dálítið ennþá. Þetta rosalega mikið svona tröllaleiti. Það svona
ákveðin svona básúnuháttur einhvern veginn á fólki þarna sem að fer bara og segir hlutina svona þessi morfís svona keppni einhvern veginn í rökræðum og maður bara búin að vera að reyna að þú veist pota í svoleiðis rökræður og rugla þær. Ég hætti því ekkert og því hvort ég verið innan utan þings nei svoleiðis sko. Þetta þingsalurinn og einar almennu umræður og þú hefur verið svolítið áberandi þar. Já. Þú líka verið áberandi að óska eftir upplýsingum. En maður tekið eftir í þingsalnum að ég held að þú hafi farið óheyrilega í taugarnar á Bjarna Benediktssyni. Já, bara mjög gaman að því. Það var þegar maður gat eiginlega og ég benti fólk á að fylgjast með svipnum á honum að því að stundu sást hann í bakgrunni þar sem þú varst og hann gat ekki leynt. Það gat ekki leynt bara hvað hann fannst það eiginlega ósangjant í lífinu að þurfa að vera á sama vinnustofu og þú. Já, það var alltaf þannig. Þú orðið varfið þetta. Hann er eitt af tröllunum á þinginu sem bara segi, bara fer með rulluna sko, óháð því hvort hún sé rétt eða ekki sko, þú veist, það þvælist ekkert fyrir mjög mörgum bara að fara með frasana sko. Og maður kannski nær fólki fram í það sem kannski ná að rökræða eitthvað við, þú veist, eins og stjórnarskrána eða eitthvað svoleiðis og þú veist, mann finnst maður vera að komast eitthvað áfram í samtalinu við persónuna, við einstaklingin. Svo mæta þau bara í ræðustól og byrja bara á nullinu aftur, eins og engin umræða hafi átt sér stað. Og það dálítið óþolandi. Þannig að þú veist, ef einhvað í þessu starfi einmitt það sem ég hef engan áhuga á þá það nákvæmlega þetta. Það ekki hægt að þróa umræðina áfram að því neita að taka umræðina. Gjörsamlega neita að taka hana. En þú ekki bara að gera kröfur það að þeir verði sammálaðir og þeir bara ekkert sammálaðir? Nei, ég bara að gera kröfur að fólk hlusta á rök. Og þegar það sko verið að eins og til dæmis í þriðja orkupakkamálinu, við vitum það að það var panta lögfræðiálit þarna í Hlíðarsal þegar maður var að tala við gaurana þarna þá, þú veist, þeir vissu að við vissum að þeir voru að bulla. Hverjir? Allir þessi miðflokksmenn sem voru í orkupakkamálinu. Þeir vissu það að þeir voru að fara með rangt mál. Gerðu það samt. Af því að það var einfaldlega pólitískt hentugt hjá þeim að flytja mál sitt svona. Þetta var bara áróður, ekkert annað. Svo var bara til þess að koma þeim út úr klaustursamhenginu einhvern veginn og rúlaði inn á nýja. Þú hefur ekki mikla trú á þinginu? Jú, ég hef það. En það ekki auðvelt að fá fólk til þess að vinna saman. Og maður getur eiginlega ómögulega séð það utanfrá hvort að það sé verið að vinna saman á málefnalegan hátt eða ekki. Þú sérð það ekki hvort að sá sem í ræðustól í morfísgírnum eða hvort hann sé í einlæga gírnum. Og orðaði þannig þú kannast við orðatildæki hjá honum Davíð í gamla daga sem hann hjólaði í öll mál þó hann verið hjarta sínu sammála þeim. Það finnst mér alveg endalaust óheðilegt af því að þetta lærði hann í borgarstjórn og taldi sig hafa unnið borgina tilbaka til Sjálfstæðisflokksins með þessari aðferð. Einmitt, gæti alveg vel verið. Hann býr núna eða vinnur núna uppi á Hádegismóum þar sem eru sprungusvæði sem hann taldi að vinstri meirihlutinn væri að stefna líf og límum fólks í hættu með því að byggja. En sko, þetta ekki bara hann. Katrín sagði þetta líka, Jakobs, að þau myndu bara velja þau rök sem að henduðu þeirra málflutningi. Það snýst það að þú ert með umsagnir mál, bara þetta hendar mínum málflutningi eða minni hugmyndafræði, þá nota ég það bara. Og einhver annar flokkur verður þá bara að velja hinn sjónarmiðin og bara að keyra á þau. Og svo þetta bara keppni það hver flytur rökin betur heldur en hver rökin í raun og veru eru. Og þetta kannski það svona sem það þarf ekki að gera það svona. En þetta gerir það að verkum af því að sko ég held að það hefur gefist eins og VG hefur gefist upp á því að reyna að vinna gegn þessu og fá bara að vinna með þessu. Það hafði þau áhrif á þegar við komum til hans í útlendingamálinu og segjum bara þessi hluti í lögunum, hann gerir það að verkum og fólki verður hent á götuna. Og þau trúðu okkur ekki. Það var eiginlega vandamálið, af því að þau héldu bara að við værum í sömu pólitík og þau.
Við værum bara að pikka út þessi hérna rök sem að koma frá Mannréttindaskrifstofu Íslands eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru bara ein af rökunum. Þetta því ekkert endilega að segja satt. Og það að við notum þau bara að það hendaði málflutningi okkar og þá þurfum við ekki að hlusta á það og bara koma fram með hin rökin einhvern veginn á móti sem var svona hvergi að finna en þú veist, eitthvað sem var ráðuneyti bjóð til eða eitthvað þínlíkt. Hvað gerðist? Fólki var hent á götuna. Þau trúðu ekki að við værum að segja þú veist, eitthvað sem væri lögfræðilega rétt. Það ekki gert ráð fyrir að fólk geri það í þingsal. Nei, ofta ekki. En umræður í þingsalinu náttúrulega þannig að ég hef aldrei heyrt neitt samtal þar. Það gerist alveg sko en maður tekur aldrei eftir þeim málum sko, það ekki samtölinu í þessu ekki stað eitthvað annar staðar í þingstörfunum. Nei og yfirleitt þau mál þar sem að þú veist það búið að taka þær samræður og sko það alveg mál sem ekki hagsmuna árekstra mál og þá nær fólk alveg að tala svona saman og það alveg þannig séð flest málin. Það engin rosalegur ágreiningur það. Þá búið eiga samtalið að gerist inn í nefndin og þá rennur það málið bara gegnum sko gegnum þingsalinn á næstu þján umræðu. Smá svona kavíat hér og þar og sliðis. Það samtalið sem allir eru búnir að klára. Það málefnalega vinnan. Svo koma sko hagsmuna árekstra málin þar sem að þú neitar einfaldlega bara að hlusta og neitar að þú veist, taka rökum í eina eða áttina því að það bara búið að ákveða það að þá að gefa út breyta búnaðarlögunum þannig að þú veist, framleiðslu fyrirtækin fái þetta allt og svoleiðis. Og það það sem þá erfitt að glíma við þetta og þá þarf að fara í, þú veist, við vorum að fara í málþóf eða eitthvað svoleiðis til að stoppa þennan yfirgang og þá komið með þegar þau að fara í málþóf eins og það eitthvað slæmt að stoppa eitthvað eins og yfirgang eins og að henda fólk út á götu og svo framvegis. Af hverju fjall VG af þingi? Hryllilega slæm ákvörðun að fara í ríkisstjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokknum árið 2017. Og þeir hafa tekið þessa stóru innegg sem áttu þá hjá þjóðinni. Gott fylgi í flokksins. Hann mældist nú upp í, fór ekki eins hátt og þið, en hann mældist í 25% þarna í aðdraganda þessara kosninga. Áður enda bara 17. Voru með foringja sem hefur haft mestu innegn íslenskra stjórnmálamanna kannski síðan Davíð Oddsson á sínum gullaldartíma. Algjörlega, þeir bara þurrjusu politísk kapital hjá Katrínu Jakobsdóttur, alveg bara gjörsamlega temdið, nei ég veit það ekki. Bara satt bara að segja þá veit ég ekki. Þú veist, ég geti raunin ekki bent á neitt neinar framfarir hjá þessari ríkisstjórn sem að engin önnur ríkisstjórn hefði getað komið með. Og það kannski oft munurinn sem að við þurfum að það var einmitt ekki ríkisstjórnarmál. Það var mál sem að meiri hluti þingsins samþykkti óháð ríkisstjórninni. En fengu að leggja það fram? Já, þau fengu að leggja það fram gegn því að samþykkja kynrænt sjálfræði? Þau fengu að leggja fram lögin þungunarrof gegn því að samþykkja útlendingalögin. Sko. Það var alveg, þú veist, þetta svona kaupstarna ásleiðis. Lögum kynrænt sjálfræði fekk meiri hluti á þingi. Það að segja, það þýðir það að hvaða önnur ríkisstjórnarunni hefði getað komið því máli í gegn ef að fólk að fylgja sannfæringu sín og greiða atkvæði samkvæmt sannfæringu sín sem þingmaður. En ekki samkvæmt einhverju skipun frá foringja flokksins. Ókeypis skólamáltíðir? Það var einfaldlega bara verið að kaupa fyrir forsætisráðherra út. Þetta var hennar síðasta mál. Það var svona kveðjugjöf og svona skilnaðargjöf inn í forsætis kosningabaráttuna að mínum mati til þess að Bjarni Benediktsson fengi að vera forsætisráðherra. Eitthvað svoleiðis, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig útfærslan þar en þetta var svona tímalaust skilnaðargjöf og svona til að hjálpa henni inn í kosningabaráttuna í forsætisráðherra. Kannski fengi eitthvað kapital skiluru inn í þá kosningabaráttu því að það var allt búið. Þá áttu við að stjórnarflokkarnir allir hafi raunverulega vilja að hún yrði forseti. Já, held að. Herðu. Allavega að færi í forseta frambúð. Einhver svona. Það var nú talað það þá eiginlega sérstaklega í hægra megin svona í umræðunni. En ef að hún myndi bjóða sig fram að þá myndi hún bara taka þetta með annarri. Eins og sagt það var eitthvað svona stórkostlegt ofmat. Já, algjörlega og skiljanlegt ofmat kannski á tveimur ástæðum. Annars vegar hvernig hún var búin að hjálpa þeim að halda völdum. Og þar leiðandi komin bara í þannig í sögubökun þeirra þeim og hins vegar
þá ef að það ekki rétt mat þá var hitt að þau losnuðu við hana kortið úr pólitíkinni á móti. Þannig að þetta var ágætisleið til þess að hvetja hana til að fara úr pólitíkinni. Herru, Björn Leví, takk fyrir að koma hingað. Við munum fylgjast með því hvað Píratar ákveða að gera í framtíðinni. Þetta svona alvarleg staða sem að hreyfingin í. Já. Alvarleg staða sem að pólitíkin í held ég. Það verður rosalega áhugavert að sjá hvers konar ríkisstjórn kemur núna. Ég sé ekki neitt áhugaverðan kost í rauninni sem að verður eitthvað farsæl ríkisstjórn í þessari stöðu. Kannski verður þetta ríkisstjórn sem að erfir óvinsaldir síðustu ríkisstjórnar. Nei, ég held ekki. Það er alveg nýtt sko upp. Það er að ríkisstjórnir fá yfirleitt gott svona headstart frá almenningi. Almenningur óskar öllum vel í upphafi. En það er eins og tekur það bara örfá mánuði þegar það byrjar að falla traustið. Já, en ég held að verða öðrum ástæðum núna heldur en að hefur kannski verið áður. Að ef að til dæmis Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins fara í ríkisstjórn að þá annarkvort alltaf fara í klessu af því að það verið að fara eftir kosningalofurum Flokks fólksins eða Flokkur fólksins verður að slá af sínum kröfum. Ef þau gera það þá þurrkast Flokkur fólksins og traust gagnvart honum bara upp á 0,1. Það er búið að leggja svo rosalega mikla áherslu á að það sem þau eru að segja og sem yngri að segja sé bara algjört grundvallar réttindamál. Þannig að hún getur ekkert slegið að því. Ef hún slegir af því, þá hún bara einfallega að fá sér ráðherrastól fyrir, til þæginda, sko. En oft það gert með því að við náum ekki í fyrstu skrefinu en stefn skuli að og unni skuli að og skjóta skuli nefnd og þannig hafa menn gert svona. Þetta svo mikið, sko. Þú ekki trúið að hún geti gert það? Nei, af því að þetta svo mikil lágmarkskrafa sem hefur verið í höfum allan tíman. Þau byrjuðu með þetta 300.000 skatta á skerðingarlaust, það verið lágmarkskrafa og þannig að búið uppfærst verðlag og svo framvegis síðan þá 450 og ef það á að gera einhvern skrefum á þess að þá verður ekkert 450 lokkjörtímabilsins, það virkar ekki þannig. Þannig að skrefin eru að fylgja verðlagi að minnst kosti og svo framvegis og jú, kannski ef að sú krafa verður í 500 eða 600.000 í lok kjörtímabils og það ætla að stefna þangað á lok kjörtímabilinu, þá getur það sloppið. En krafan samt jafn ólíkleg til þess að vera samþykkt af Samfylkingu eða Viðreisni eða öllum í rauninni öðrum flokkum á þingi. Þannig að ég sé það ekki gerast. Það getur enginn unnið með Sigmundur Davíð. Það vita allir sem vilja vita að hann stendur ekki við neina samninga, það gerir ekki neina gáfulega samninga. Ég var einn samningur sem var gerður hérna sem var rosalega skemmtilegur að við vorum alltaf að reyna að fá Steingrím J til þess að gera samninga skriflega það hvað var ákveðið í forsætisnefnd því að hann var alltaf að túlka á með einhvers svona öðruvísi sjónarhorni og það var aldrei hægt. Þangað til að í orkupakkamálinu þá gerði hann skriflegan samning við Sigmund Davíð það hvernig átt að ljúka því máli og Steingrímur skrifar undir og Sigmundur skrifar undir líka og bætir við samkvæmt samtali Sigmundur Davíð. Bara að skrifa þessi út úr samningnum þannig eitthvað svona óljóst þannig að þá ertu bara eftir með eina ríkisstjórn sem er ríkisstjórn Samfylkingar, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og hún gæti gerst ef að Bjarni fer og Þórdís myndi koma inn í staðinn þannig að það myndi ekkert breytast annað en að VG fær út úr ríkisstjórninni og Samfylkingin kemur í staðinn og Framsókn og Viðreisn. Já, svo er það Samfylkingin, Viðreisn og Framsókn. Nei. Það dugar ekki. Nei. Samfylkingin, Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur. Já. Telur hann að vera ylgilegt? Já, ég held að það endi þar í rauninni. Ekki Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn? Nei. Nei, fyrir ekki það. Svo, já, til að hafa það. Þannig að 3 stærstu flokkarnir. Já. Þannig að það er bara aftur 2017. 3 stærstu flokkarnir myndi ríkisstjórn. Eitthvað svoleiðis. Heyrðu, sjáum til hvað gerist. Já, spennandi. Já, gaman að fá þig. Kannski kemur hingað aftur sem svona frjáls stjórnmálagreinandi. Frelsið yndislegt. En ég ætla að setja hérna áfram og það er bara næsti kafli hérna við Rauðaborði. Við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Bíðið augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.